Það algjör snillingur sem býr út í Vestmannaeyjum sem við Greta þekkjum ágætlega og hlæjum mikið af. Hann ætlaði sem sagt einhvern tímann að selja sjónvarp. Setti svona í þið vitið, í svona lókalblaði í Vestmannaeyjum lítið nota sjónvarp. 14 tommu. Og svo þegar það var komið og spurt sjónvarpið þá kváði væntanlegur kaupandi við og sagði hvað meinar eiginlega þetta sé lítið notað. Þetta eitthvað eldgamalt, eitthvað eldhústæki sem var drösla hérna í auglýsingu. Og það stóð ekki á svarinu. Sko, þetta alveg mjög lítið notað. Ég hef alltaf bara hort einn á það. Alltaf gott að vera með varaskeifu og hafa með sér þetta á lykli, sko. Það vanlega. Hérna. Hellegur, já. En það kemur það, hann kemur það. Já, ég ætlaði að, þetta nú vitlaust, náttúrulega. Og svo, svona. Ég kallaði nú erindi Leifin Greið, líka eins og Erna, en og ætlaði reyndar að fjalla hvernig aðgengismál í opnum svæðum í byggingarreglugerðinni og ætlaði svona stikla á mjög stóru því ég hef lítinn tíma en það minni núna eftir þetta klúður. En í fyrst ætlaði ég reyndar aðeins að fjallum sem reyndar búið að tala aðeins áður markmið og stefnur í aðgengismálunum eða algildri hönnun og í fyrstu grein laga segir sko að tryggja eigi og það voru Alþingi þegar lögin voru lögð fyrir Alþingi þá var átt þetta sko stefna skuli að en Alþingi breytti þessu og breytti því að tryggja skildi sem náttúrulega miklu sterkara og ég held að þeir reyndar hafi nú ekki alveg gert sér grein fyrir hvað þeir voru að kalla yfir sig í kostnaði en þetta gerðu þeir og ber okkur að fagna þess. En í nágrannalöndunum eru markmið varðandi aðgengi og þau eru svona tvenns konar, annarkvort fyrsta lagi réttindi fatlaðra til aðgengis að hinu byggða umhverfi og stígar og götur er náttúrulega byggt umhverfi og markmið er að hægt sé að veita öldruðum og sjúkum og slösum þjónustu á eigin heimili. Þarna er ég talandi út frá mannvirkjalögunum, mannvirkjareglugerðinni og vegna þess að það sé svo gríðarlega náttúrulega þjóðhagslega hagkvæmt þar sem að hjúkrunarheimili og annað er náttúrulega mjög dýrt í rekstri. Það var það sem að þingmennirnir sáu náttúrulega sem kostun í þessu. Svo var þingsáætlunartillaga framkvæmdaráætlun sem er nú útrunnin og þeir eru núna að vinna að nýrri og þar stendur að stefna í málefnum fatlaðs fólks taki mið af alþjóðlegum skuldbindingum sem íslensk stjórnvöld hafa gengist undir, einkum samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Fatlað fólk komi að stefnumótum og ákvörðunartökum í eigin málum. Þetta hefur náttúrulega verið misbrestur á eins og flestir vita en vonandi verður nú tekið á þessum málum sterkari böndum. Svo er heimili, skólar og vinnustaðir og annað, verslanir, opinberar byggingar og annað húsnæði sem almenningur hefur aðgang að skuli vera aðgengilegt. Og þetta á ekki bara við bygginguna sjálfa sem svo ofta gert, það er gert voðalega fínt allt inni en þú kemst ekki að byggingunni og þá er til lítils að byggingin sé aðgengileg og kemst ekki að henni. Og það er út á svona kantsteinum og öðrum atriðum og tröppum og ýmislegt. En öll Norðurlöndin fylgja markmiðum aðgengi fyrir alla að heimilum en útfærslan á byggingarreglugerð er hins vegar nokkuð mismunandi á milli þessara landi eins og við búið að benda hér á þannig það var reyndar ekki verið að bera saman byggingarreglugerð heldur útfærsluatriði en það er nákvæmlega sama, við erum búin að bera saman líka reglugerðin í sambandi við aðgengi og fleira á milli þessara Norðurlanda og er gríðarlegur munur á sumu og annað nákvæmlega upp á aur eins og það er í gangi og hefur verið í gangi samvinna á milli Norðurlandanna í þessum málum þar sem við hittumst og ræðum
og það tregða að breyta, enginn vill breyta hjá sér og það og Danirnir eru erfiðastir, svona bara svo þið vitið það. En í byggingarreglugerðinni þá aðgengi svona utanhús svolítið það ekki alveg laust við það, þó sé meira náttúrulega, ekki náttúrulega, það í mannvirkjalögum lögð meira áherslu á mannvirkin, en það líka talað þarna og eru sterk ákvæði aðkomu að byggingunum. Og hérna það aðalega þetta í byggingarreglugerðinni í 6. hluta og 7. hluta það sem við erum að fjalla hér. Og að mestu leyti, svo náttúrulega eitthvað aðeins í öðrum köflum, en það mest í 7. og 7. hluta. Og ef við lítum til dæmis á hvað hérna í 1. kafla sem heitir markmið og algild hönnun, og þá þar skilgreining til dæmis þetta sama við vorum að tala áðan, að það skuli tryggja og hvað skilgreining, sem sagt byggingarreglugerð með skilgreiningar eða fremst í byggingarreglugerðinni, hvað algild hönnun, og þar stendur hönnun framleiðsluvara, umhverfisáætlana og þjónustu sem allir geta nýtt sér að því marki sem aðstæður leyfa. Þar koma náttúrulega fyrir aðstæður sem ekki allir geta nýtt sér það. Án þess að koma þurfi til sérstakra útfærslna eða hönnun. Algild hönnun útilokkar ekki hjálpartæki fyrir fatlaða sé þeirra þörf, eins og lyftur og lyftupallar og ýmislegt annað. Með algildri hönnun kemur svo, líka skilgreining, skal tryggt að fólki sé ekki mismunað aðgengi og almennra notkun bygginga á grundvelli fötlunar, skerðingar eða veikinda, og það geti með öruggum hætti komist inn og út úr byggingum jafnvel við óvenjulegar aðstæður, svo sem eldsvoða. Og þetta því náttúrulega líka inn í byggingar, það hefur svolítið gleymst oft. Eins og hér kemur fram, þetta með eldsvoðan, það ekki óalega sniðugt að vera með lyftu og aðgengið sem sagt inn í húsi, en það líka verið aðgengið út úr húsinu. Svo kemur almennt algilda hönnun áframhald, og það hérna, eins og þegar ég byrjaði að vinna við sambandi algilda hönnun, þá hélt ég að það væri þessi hjólastólnotenda, það væri aðgengið, sko það væri hjólastólinn, sem ég að reyna núna þessa mánuðina, en þetta náttúrulega miklu stærri hópur. Það eru göngu- og handaskertir, blindir og sjónskertir, heyrnarskertir, einstaklingar með astma og ofnæmi, einstaklingar með þroskahamlanir, einstaklingar með lestrarörðugleika, dyslexía, það hafði ég náttúrulega ekki sett í þennan hóp, bara, maður hugsar ekki. Og hérna, þannig þetta mjög stórt, eiginlega, maður getur sagt að flesti sé með eitthvað af þessu. Þannig að þetta eiginlega við öll. Í mismunandi mæli að sjálfsögðu. Svo það sem við erum með kröfur algilda hönnun, það allar byggingar ætlaðar öldruðum, skólar, byggingar og atvinnustarfsemi, byggingar ætlaðar öldruðum, íbúðum fatlaðra, íbúðir stúdenta, íbúðir í lyftuhúsum, íbúðir á jarðhæð, öll rými vistmanna hjúkrunarheimila. Þetta það sem algjör skýlaus krafa. Og svo má taka það fram í byggingarreglugerðinni, allar stærðir sem þar koma fram sem nettostærðir nema annars tekið fram, sko. Það allt nettostærðir, það ber að líta það, að muna það þegar þið lesið reglugerðina. Og svo kafli 2, það hérna aðkoma og staðsetning, og þá þarf að taka, þar sem algild hönnun í byggingu, þá þarf að taka, ef hún hönnuð eftir algildri hönnun, og það eiginlega ávið, sko, maður þyrfti eiginlega þessi regla gildi líka eiginlega bara allt fyrrnefnda byggingar eða opinbera byggingar og svo framvegis, þá þarf að taka tillit til lýsingar og liti, merkingar, það þurfa að vera skýrar og gerðar þannig að það sé læsilegar fyrir bæði þá með lesblind og aðra, það sé það frekar nota tákn eða eitthvað mjög skýrt eða einfalt letur, stikkorð, ekki langa setningar. Þreplaus aðkoma, þar sem því við komið náttúrulega,
leiðarlistar fyrir blinda og sjónskerta. Þetta í reglugerðinni, þannig að það ekkert spurning að eigi að setja, það á að setja það. Upphitaðar gönguleiðir, það sem það við förum ekki fram á það í köldu svæðum landsins, þetta það sem heit svæði eru. Áherslumerkingar við hæðabreytingar, það mikið það sé ekki, eins og kannski flestir hafa orðið varðið, ef maður fer að horfa eftir því, þá það bara, það sjaldnast eða aldrei. Að þetta þarf að vera fyrir framan tröppu, fyrir framan, ofan og framan rampa og hvíldarpöllum í stigum og svoleiðis. Það þarf alltaf að vera þessi áherslubreyting til þess að þú vitir þessi breyting á hæð. Hvíldarfletir skulu vera fyrir hverja 60 cm hækkun í hæðaraukningu sem sagt. Og í skábrautunum þá þarf að vera hvíldarpalli, það ekki það bara skábrautin endalaust langa og þú getur aldrei hvíldið. Og líka oft nota hvíldarpallin til þess að mæta öðrum. Þetta allt í reglugerðinni, þannig að þarna á að vera hægt að gera þetta rétt. Það á að gera það rétt sagt, og það engin afsökun að gera það vitlaust. Breytt gönguleiða, það búið að fara í gegnum það, það 1,5 og 1,8 stendur í reglugerðinni þar sem mikil umferð Þetta allir þess atriði sem búin að koma fram hérna fyrir erindum eru í reglugerðinni, þannig að það ekkert svona hægt að horfa fram hjá því. Og við erum með leiðbeiningar við flestum þessum greinum þetta og ég ætla einmitt að bæta við þarna í sambandi við áherslulistana sem ég finnst mikið atriði sem kemur fram í bæklingnum líka. Þetta með að það verði að vera hoddrétt á göngulínuna, áherslumerkingin við gatnamóti svo þú lappir ekki út í. Ég held að það sé ekki í leiðbeiningunni, ég held að það verði að bæta því við, því það svolítið mikið atriði. Það eru ákvæði í byggingarreglugerðinni bílastæði fatlaðra og það eru nokkuð strangar reglur þar og það alveg stærðir og fjarlægð frá inngangi, en það náttúrulega líka, mætti segja það ætti líka kannski að standa og mætti breyta því í næstu breytingum. Þetta fjarlægð frá byrjun rampa, það ekki endilega inngangur hússins. Það svona hluti sem bara bygginga þeir sem skrifuðu reglugerðina hafa bara ekki hugsað út í. Það svona, þetta þróast alltaf áfram. En það mætti koma því fyrir sem ábending allavega í leiðbeiningum þó svo að það sé ekki ákvæði. Og í 6. kafla líka talað hluti sem koma þessu aðgengismálum við og það þetta í sambandi við skilt og leiðbeiningar og staðsetningun á því og við erum með mikla leiðbeiningar það hvernig skiltin eiga að vera. Það kontrastin eða á milli lita og fleira, það góða leiðbeiningar það þarna. Í leiðbeiningu mitt við 661 og þetta alltaf heimasíðunni hjá okkur, alla leiðbeiningar undir það fyrir þá fyrir inn á byggingar og þá finnum maður leiðbeiningarnar. Og þetta þetta líka sem ég að rekast alltaf á núna til dæmis að þetta með, ég skildi aldrei alveg, ég skrifa þetta og maður skerði leiðbeiningar þetta hálfu metri frá innhorni húnnin eða hurðin. Mér fannst þetta, já, akkur 0,5, akkur ekki eitthvað annað fannst þetta skrítið, akkur má ekki vera minna. En ég sé það alveg að ég svo sem ekkert mjög fær á stólnum en ég sé að þetta veitir ekkert af þessu, þannig að ég alveg sátt við þetta ákvæði núna. En það svona oft gott að reka sig á þetta svona sjálfur. 7. hlutanum líka, það útisvæði við mannvirki. En já. Og þar kannski ekki eins mikið, en það aðeins. Það til dæmis að það eigi að beita algildri hönnun, það sem hægt á eftirtaldu á byggingum, til aðgengi að öllum byggingum og frágangur gönguleiða útisvæðum skal vera með þeim hætti að yfirborð þeirra henti umferð. Ég sá myndir sem voru svona til fyrirmyndar hvernig
man ekki hvort að Erna var með það eða þið þarna frá hérna, þá var sýnt svona fyrirmyndar svona götukassi og ég tók eftir því sem að minn þessistól sem ég leigi hjá Stoð í Hafnarfirði, auglýsa aðeins fyrir þá, að þar hérna, hann getur ekki, eða það er mjög erfitt að keyra á sem ég kalla brústein, ég veit ekki hvað heitir íslensku. Þessi reyndar er slípa. Ó já, ok, já, en hann leit út eins og hitt. Og það er bara gjörsamlega, hans festist bara dekkin alveg stanslaust, þannig að ég mæli ekki með svoleiðis áferð. Ok, þannig að þá, já, flott. En ég bara sendi dæmi að þegar við tala hérna yfirborð þeirra sé hendi umferð fólks, þá meint náttúrulega allri umferð fólks. Og það er mjög erfitt að keyra hitt, sko, það er bara eiginlega ekki hægt. Dekkin hjá mér fara til hliðar. Heyrðu, þetta er það sama sem að þetta gildir þarna í útisvæðunum, samskonar byggingar og samskonar, hvað segir mannvirki og þannig eins og í byggingarhlutunum, nema í útisvæðunum bætist við leiksvæði, það er ekkert að tala leiksvæði, það þarf líka verið aðgengi að leiksvæðum og íþróttasvæðum. Það er líka vantaði hérna í umræðinu á undan og það er ekki síður því að þetta fólk sem er í hjólastóli eða með hægjur eða einhverja hreyfihömlun, það þarf líka að komast að þessu svæðum, það er mjög nauðsynlegt sko. Og það er eitt sem ég sá á vefnum í fyrra sem ég nefni alltaf þegar ég kemst að sko, að það er hérna aðkoma að baðstöðum. Þá er ég ekki að tala sundlaugar. Ég til dæmis að tala bara Nauthólsvík. Það var alveg brilljant laust hvernig hjólastóla fólk gat komist niður í sjóinn og það var, eða í vatn, það samkvæmt vatn eða sjór, komist á strönd sem sagt og það var bara rúllað út svona bíkó hérna byggingaplasti, bara það rúllað var hann og svo var henni bara rúllað niður yfir sandinn og niður í sjó og þeir bara keyrðu þessu. Það var svona þykku plasti sko. Þetta er ódýr, einföld lausn og bara ég mæli með því. Ég vil láta Reykjavíkurborg vita. Þannig að þá geti til dæmis sem ég segi fyrir mig það er oftur að fara að leikskólanum svona við vinnum nú í Klettaskóla og þannig að sko þau eru að labba oft þarna og hann er að labba með hjólastóla og þau alveg sko hafa náttúrulega áhuga að koma við sjóinn, það er engin möguleiki því að bara þessi mjúki sandur. Þarna var við leið til þess að leyfa þeim að nálgast, þetta er svo nálægt þessi skólar, að það væri svona, það myndi þetta bara svona. En svo er líka færu kvaðir í sambandi við bekki, það nefndir ekki kvaður að ég móka snjóin, en það er kannski svona, ekki eitthvað byggingarreglugerðar að vera með svona, já, að segja fólki alveg hvernig, svona eins og maður segir, common sense, en það er hver á að móka á þeim, það er önnur regla, sko. En þeir eiga að vera með 150 metra millibili í svona á stórum lóðum, eða á lóðum, og það eru til ansi margir bekkir til dæmis fyrir HR og HI, þar sem eru svona stóra lóðir, það eru nokkuð margir bekkir, en þetta er það sem reglugerðin fer fram á. Og býtur nú við eitthvað við gerst hér. Dvalar- og leiksvæði, þar er gerð krafa algilda hönnun, eins og við erum búin að tala áðan. Og þar skal vera, þetta er reyndar óbóðslega lítið, en þetta er allan að þá byrjunin í reglugerðinni að það á að vera hindrunarlaust svæði á dvalar- og leiksvæði sem lágmarki er 1,80 það er snúningsringur rafmagnsstól sko. Og yfirborð þess skal vera slétt þannig að hægt sé að athafna sig þar á hjólastól. Já, svo kemur þetta með, já, ég hendi bara hinn út, ég ætlaði að stytta erindi alveg rétt. Frágangur staura, þá er einmitt þetta að stilla þeim nú ekki inn á miðja gangbrautir eða leiksvæði og eins þetta með pollana, ég fengið nokkuð margar uppringingar frá fólki með sjónskerðingu og annað og leikar fólk sem er að bakka á bílum og sér þetta ekki á afturspeglinu að kvartanir vegna polla eða svona arkitektatippa eins og að kalla líka. Koma skal fyrir, já. Já, og það verður að vera bekkir á leiksvæðum, það er algjört must sko. Mishæðir, það sem fallegt að já, það skulum við ekkert fara út í hér. Og það skal vera nægjanlegt rými fyrir hjólastóla þar sem eru hvíldarsvæði
Og þá þetta að það sé ekki pláss fyrir bekkin og svo svæði við hliðin á bekknum sem að var þetta að parkera hjólastól og eins þá barnavögnum og öðru. Það svo margir sem geta nýtt það hliðasvæði og þetta, já, ætti að gilda alls staðar. Og hérna er krafa í reglugerðinni að baðsvæði skulu þannig að auðvelt sé að komast upp og úr vatninu á baðsvæði. Þetta vantar. Þetta hefur aldrei verið gert hérna. Að þú komist á, þá er ég ekki að tala sundlaugar, heldur sko þegar þú komin út á ylstrandir eða vötn eða laugavatn eða hvað maður kallar það. Já, svo annað með litaval og merkingar á leiksvæðum skulu vera með hliðsjón að þörfum blindra og sjónskerta. Það líka svolítið vöntun á því að skiltin sé ekki grá og annað. Og þá ætla ég bara að þakka fyrir og hérna dæmi til dæmis, hann eru krakkar að leik í fjörunni, Akranesi í Sandi, en þar væri, ég veit nú ekki hvernig aðgengi þarna niður, ég ekki komið þarna í svo mörg ár, en hérna þar væri til dæmis hægt að geta bara einfalt ef aðgengi til staðar að hækka eitthvað þessu upp í borðhæð, þannig að þeir sem eru í hjólastól geti líka leikið með sem dæmi. Það oft svo lítið, bara hugsa það. En þetta svona áherslunar sem eru í byggingarreglugerðinni og það fullt þar meira en þetta sem hægt að nýta í sambandi við hönnun á ytra umhverfi sko. En þetta svona stikla stóru. Takk fyrir. Svona til að við nýtum tímann þá ætla ég bara að fara beint í kaffi núna. Takk. Já. Ég sendi honum þetta powerband, það bara ekki hann hefur ekki getað tekið á móti.